Hvammstangi að verða hvað frægastur fyrir seli og selasigling náttúrulega eitthvað sem að verður að fylgja með í kaupunum því að eitt að sjá seli og annað að tala þá. Þið sjáum að koma fólkin einmitt að selunum. Já, okkur fannst alveg tilvalið, selirnir eru hérna í firðinni hjá okkur. Þá fannst okkur alveg tilvalið að leyfa fólki að njóta eða fá að sjá hvað við höfum upp á bjóða. Og ég held í fram að það sé hvergi betra að fara að sjá seli heldur en að fara á sjó og skoða það. Því að við komumst mjög nálægt. Við sem sagt byrjum hér á höfninni á Hvammstanga og förum borð og tökum svo strikið hérna þvert yfir fjörðinn og erum svo að dúlla okkur þar meðfram ströndinni í svona 3 korter eitthvað svoleiðis. Og við erum með nokkra selaskoðunarstaði. Þetta misjafnt, þetta í misjafnt hvað maður sér í hverju ferð, það aldrei eins. Við til dæmis núna áðan vorum að horfa á 2 hnísur sem var að elta okkur hérna inn úr meðfram selunum. Þannig að það ekki bara selir í Húnaflóa? Nei, það allt mögulegt og við erum búin að vera svo heppnir að hafa haförn hérna hinum megin líka annars slagið og mikið fuglalíf. Lundinn lætur alltaf sjá sig á og til og heimbrimi sem ekkert alls staðar. Það ýmislegt að sjá. Þetta í raun og veru bara að fara og skoða náttúruna. Algjörlega eins og hún Það konseptið í raun og veru. Að sýna fólki náttúruna í miðfirði. En nú ert þú ert að svona gæta, svo við segjum nú á ljótri íslensku, leiðsegja fólkinu. Hvað það sem fólk vil vita seli? Það vil náttúrulega vita hvaða típa þetta landselurinn og hvernig þetta virkar allt fyrir sig, með meðursturnar, hvað eiga marga, einn á hverja og alveg líka bara, ég segi þetta, hvað hanga lítið með þeim, það bara 5-6 vikur, þáttir að hafa gengið með þá hátt í ár, það alveg 10-11 mánuðir sem að með og þeim finnst það rosalega merkilegt, þetta grimma móðurhlutverk að losa sig við það eftir 5-6 vikur. Eitthvað vita af hverju þær gera það? Nei, það kannski betra. Það bara, þroskinn kominn, þeir eiga bara að bjarga sér. Já, tíminn kominn á þessu, það bara reddar þú þér eftir þennan tíma og það segja, margir ekki alveg að trúa þessu stundum, en þeim finnst þetta bara stórmerkilegt og í talningum þegar bónusinn kemur með eins og kvalirnir og hlutin og allt þetta og þetta verður allt rosalega upplifun náttúrulega fyrir fólk sem ég aldrei séð svona landslag þetta það vantar náttúrulega alveg hérna trén og allt þetta og þetta rosalegt útsýni allt saman með þessu. Þannig að þú heyrir oft þetta, wow! Já, það einmitt, bara hefur aldrei séð svona land áður og maður fyrir svolítið að sjá kannski lífið í öðru ljósi þegar maður búin að vera hérna allt sitt líf og kannski maður náttúrulega farið út sjálfur eitthvað en þetta rosalega upplifun fyrir fólk sem aldrei séð svona og ekki margir sem búa við sjó náttúrulega, mikið langt inn í löndum þetta fólk sem hefur aldrei komið á bát áður, þannig að Nú eru þið feðgar og eru þá nánir í þessu, ekki gaman að vera með pappa í þessu? Jú, þetta alveg, bara með betri störfum sem ég hef unnið, það aldrei sami dagurinn hérna, það alltaf eitthvað nýtt að sjá og maður segja. Ég svolítið spennt yfir þessum haförni, segðu mér aðeins hann. Haförnin búin að vera hérna, hann kemur hérna á hverju ári. Já, ætli hann hafi verið 3 ára held ég, þegar að við sáum hann fyrst. Og Kjartan sem var með mér í þessu þá, hann hafði samband við Náttúruhagstofnun til að vita hann. Við heldum lengi vel að væri eitthvað að honum því að hann var alltaf á sama stað. En það var ekki og þeir vissi allt hann. Og þetta bara ungur fugl sem að bíða eftir því að pappan strepist. Hann hann hundgamall. Og mammans dó fyrir einhverjum árum síðan og hann náði sér í aðra. Og mér skilst hann að taka við þegar kallinn rekkur upp. Hann búinn að hvísla þess að þér? Þetta það sem þessi viska sem við fengum á Náttúruhagstofnun. En þetta sjá hann svolítið og sér ferðafólkið hann? Já, við sjáum hann, við erum búin að sjá hann mjög oft núna undanfarið, ekki í dagavísu, en hann svo samlitur umhverfinu að fólk þarf að vera svolítið
já, gefa sér svolítið tíma að segja hvað er nákvæmlega. En fyrir okkur er mjög völd að sjá hann. Sko. Hann tekur upp á því að fljúa á og til, þá sér maður aðeins greinilega, sko, en hann áður til að blanda svolítið í umhverfið sjálft, sko. En það er nú ekki nema 70 svona stykki kringum landið, eða eitthvað. 70 pör, já. Þannig að við þurfum líka að passa að segja ekki nákvæmlega frá hvað hann er. Nei, hann er félagslega. Það þarf að fara í selaskoðun. Já. Alveg nöðsynlegt, sko. Og bara koma hingað á Hvammstanga og skella sér í selaskoðun og þetta getur orðið allt í einum pakka. Já, Þetta er meira svo orðið hvalaskoðun stundum, sko. Þurfum að skipta stundum yfir í það, sko, þegar er eitthvað að vera, sko. Svona er náttúran. Já, við vorum mjög heppnir síðastliðinn föstudag, þá vorum við með rútu frá Guðmundi Jónassyni, vorum 2 ferðir og vorum það var bara bónus, það voru 3 núbakar að veltast hérna þá. Toppaði ferðina hjá þeim hóp. Það er alltaf góður bónus, fásulegir. En svona að lokum, hvað er það í fari sela sem að heillar ykkur? Þeir eru svo líkir okkur. Þeir hérna, ef það er sólskín og gott viður, þá haga þeir sér alveg eins og við og leggjast í sólbað og gera ekki neitt. Þegar það er leiðinda veður eða rigning eða eitthvað svoleiðis, þá fara þeir niður í sjóinn, þá förum við inn og þetta er margt ótrúlega líkt. Það er alveg eins og með uppeldishlutverkið, þó að sé stuttur tími hjá þeim. Þá er það svo örmagna urturnar eftir uppeldið að þær færa sig á annan stað heldur en þær eru í uppeldishlutverkinu og liggja þær örmagna næstu 2 mánuði á eftir.